643. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll 20. desember 2022 klukkan 5 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders, Helga Oddsdóttir og Rannveig Erla Guðlaugsdóttir og svo sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Auk þess situr bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Áður en fundur hefst óskar forseti eftir samþykki bæjarfulltrúa að fá að taka óskum aðild og samstarf að umdæmisráði barnaverndar á dagskrá og að fjalla verði málið undir fundalið númer 8. Ég óska eftir að bæjarfulltrúar sem geta samþykkt þetta séu gefið merki. Og það samþykkt 11:0. Á dagskrá þessa fundar eru þá 8 mál en þau eru númer 1 fundargerði bæjarráðs frá 8. og 15. desember, fundargerð fræðsluráðs frá 9. desember, 3. mál fundargerð framtíðarnefndar frá 14. desember, 4. mál fundargerð velferðarráðs frá 14. desember, 5. mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. desember, 7. mál samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundastjórn bæjarstjórnar endurskoðun, 7. mál fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og 8. mál umdæmisráð barnaverndar. Við göngum þá til dagskrár og tökum hér fyrst fyrir fundargerði bæjarráðs frá 8. og 15. desember síðastliðnum. Orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs frá 8. og 15. desember. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir annað mál á dagskrá sem fundargerð fræðsluráðs frá 9. desember síðastliðnum. Orðið laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir málinu fundargerð fræðsluráðs, liðar 2 húsnæði Holtaskóla og langar með leyfi forseta að lesa upp bókun Skúla Sigurðssonar, fulltrúa grunnskólakennara sem að lögð var fram á þeim fundi. Hún hljóðar svo: Mikilvægt að Reykjanesbær tryggi heilnæmt vinnuumhverfi strax. Einnig þarf að tryggja að tilkynningar hafi borist sjúkratryggingum atvinnusjúkdóm. Starfsmenn geta átt rétt til bóta verði þeir fyrir tjóni í þeim tilvikum sem vinnuveitendur hafi ekki brugðist við grun slæm loftgæði, rakaskemmdir og eða myglu. Sumir kennarar í Holtaskóla eru ósáttir við að vera í sama rými eða við hliðina á svæðum sem verið að vinna í. Veikindi virðast aukast við þær aðstæður. Enn verið að kenna í heilsuspillandi húsnæði, aðeins hefur verið brugðist við á slæmu stöðunum. Óskað eftir upplýsingum hversu margir kennarar hafa farið í tímabundið eða ótímabundið veikindaleyfi vegna heilsuspillandi vinnuumhverfis. Óskað eftir þessum upplýsingum á næsta fundi fræðsluráðs. Samkvæmt okkar upplýsingum ganga framkvæmdir við Holtaskóla vel og við vonum svo sannarlega að það haldi áfram og að tíminn sem starfsfólk og nemendur eru í fríi verði nýttur til hins ýtrasta. Og við viljum ítreka að mikilvægt að stjórnendur tryggi að staðið sé vel að því sem lítur að áhrifum og afleiðingum ástandisins á starfsfólk og nemendur, svo sem skráningum og tilkynningum til viðeigandi aðila. Við eigum sem bæjarfulltrúar að fagna því að fá brýningu sem þessa frá kennurum og við tökum hann svo sannarlega til okkar. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Bæjarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vegna þessara bókunar fulltrúa kennara í fræðsluráði sem að var svo birt
eða það var gerð frétt bókunina á einum miðlana hérna. Þá tók fræðslustjóri sig til í samvinnu við fleiri og sendi eftirfarandi fréttatilkynningu sem ég ætla að lesa upp með leyfi forseta, en hún var ekki birt. Hefur ekki fengist birt en þá á miðlunum. Heill og sæll og svo nafn ritstjóra miðilsins. Mér langar að koma á framfæri eftirfarandi vegna frétta sem birtist á og svo nafn miðilsins síðastliðinn mánudag. Ef þú vilt fá nánari upplýsingar þá er þið velkomin að hafa samband og ég tengi þig þá við þá aðila sem best geta svarað. Með kærri kveðju Helgi. Svo kemur fréttin eða viðbröðin vegna fréttar sem birtist á fréttamiðlunum Lokal Suðurnes þriðjudaginn 14. desember síðastliðinn. Þar sem vitnaði til bókunar áheyrnarfulltrúa grunnskólakennara í fræðsluráði Reykjanesbæjar skal það leiðrétt og áréttað að brugðist við í öllum tilvikum þar sem grunur rakaskemmdir eða myglu í skólahúsnæði Holtaskóla. Það er því ekki rétt sem framkemur í bókun þeirri sem vísað er í að einvörðingu sé, gæsalappir opnast, brugðist við á slæmustöðunum, gæsalappir lokast. Þessu var komið skýrt á framfæri á fyrrnefndu fundi fræðsluráðs þar sem verkefnastjórn kynnti stöðuna í Holtaskóla undir sérstöku dagskrárlið. Eins og áður hefur komið fram vinnur Reykjanesbær í einu og öllu eftir viðurkenndu og þekktu verklagi í málum sem þessum. Lögð hefur verið sérstök áhersla á að halda öllum hagsmunaaðilum upplýstum stöðuna og hvert skref sem stigið er. Fulltrúar heilbrigðiseftirlits Suðurnesja og vinnueftirlitsins hafa einnig fylgst náið með framvindunni og hefur sveitarfélagið fengið mikið hrós fyrir skjót og fagleg viðbrögð. Takk. Takk fyrir þetta. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góðu gestir. Já, þessi bókun áheyrnarfulltrúa kom fram á síðasta fræðsluráðsfundi sem er bara áhugaverð. Þetta mál er náttúrulega þannig að það er ferill í gangi, verkferill innan allra stofnana Reykjanesbæjar sem liggur fyrir hjá öllum stofnunum hvernig að bregðast við ef grunur leikur á myglu. Og þá er haft samband við eignaumsýslu, umhverfis- og skipulagssviðs sem kemur á staðinn. Það var gert í Holtaskóla tilfellinu og það sem hafa tekið sýni úr öllum hlutum skólans, öllum stofum, öllum herbergjum og sendt á Náttúruverndarstofnun Íslands, ég held ég sé að fara rétt með Náttúrufræðistofnun Íslands á Akureyri, en einnig voru send sýni til Danmerkur vegna anna hjá þeirri stofnun Akureyri vegna þess einfaldlega að stofnunin fær sýni liggur við á hverjum einasta degi út allt land. Þannig ég vil bara árétta hér að þetta er ekki vandamál eingöngu í Reykjanesbæ. Þetta virðist vera í gangi út allt. Að því sögðu þá var strax gripið til úrræða þegar niðurstöður lágu fyrir í byrjun desember, nú 20. desember, að loka þeim hluta sem hægt var og börnum var kennt í íþróttahúsinu. Það var strax hafið vinnu eins og hægt var til að trufla ekki skólastarf, auk þess sem að fræðsluráð fékk sérstakt erindi að hleypa skólanum fyrr í jólafrí til þess að iðnaðarmenn gætu verið þar allan daginn, til þess að reyna að laga umræddar stofur fyrir skólabyrjun í byrjun janúar. Við hefum verið gagnrýnt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að vera ekki með kostnaðargreiningu tilbúna, að vera ekki með þarfagreiningu tilbúna, að aðalstæði verkefnið á hans að vera með kostnað, það er tilbúin og áréttað hér að við þurfum að bregðast við. Við erum vissulega að gera það en það var umræddur rými lokað leið og niðurstaðan lá fyrir samdægurs. Vinna er hafin strax við að uppræta rakaskemmdir í þessum stofum og munum við leggja allt sem við þurfum í það að klára þetta verkefni vel. Það mun ekki liggja á því.
að því sögðu þá það sama verklag fleiri stofnanir hjá okkur og við hvetjum bara fólk að hafa samband ef það hefur grun eitthvað slíkt, en það erum við að bregðast við þannig. Nú á umræddum fundi þá svaraði skólastjórnandi spurningum upp úr þessari bókun varðandi veikindi starfsfólks, varðandi að geta svara því hverjir að glíma við atvinnusjúkdóm sérstaklega út af aðstæðum í þessu húsi ofboðslega erfitt að svara. Það landlæknir sem með greiningar veikindi auk sjúkratrygginga, en það ekki gat ég fundið neitt sérliður veikindi vegna rakaskemmda í styttri eða lengri tíma. En ég að vonast til að fá samband við lækna sem ég að ræða við hvort að það sé sérgreint, þannig að það sé hægt að fletta því upp til þess að svara þessu erindi. En atvinnusjúkdóm og veikindi vegna þess sem eingöngu vegna þess erfitt að segja til En ég vil algjörlega ítreka það hér að þetta algjört forgangsmál hjá okkur að hafa þessi mál í lagi. Þess vegna erum við að bregðast við hratt og vel og við höfum fengið líkt og bæjarstjóri kom inn á hrós fyrir hvernig við stöndum okkur. Við erum með fullt af fólki í vinnu fyrir okkur til að bregðast við þessu. Við erum að taka sýni út allt, ryksýni, rakasýni, við erum að gera allt eins vel og ítarlega og við getum gert. Og ég vil algjörlega að það sé kýrskýrt hér að þetta starfsfólkið okkar og þetta börnin okkar og við munum aldrei gefa neitt afslátt af heilsu þeirra. Þannig að þetta verkefni risastórt og við erum að sinna því eftir bestu mögulegu getu. Nú að öðru þá langar mig fyrst ég hérna, frú forseti að missa röddina, en þá langar mig að koma upp undir lið 1, móttaka barna með fjölbreytta menningar og tungumálabakgrunn í Háaleitisskóla. Skólastjóri Háaleitisskóla mætti á fund fræðsluráðs og þakka ég honum kærlega fyrir það, þar sem hann kynnti fyrirkomulag á móttöku barna með fjölbreytta menningar og tungumálabakgrunn í skólanum. Það krefjandi aðstæður í Háaleitisskóla því að fjöldi barna hefur vaxið mjög hratt á þessu ári og vil ég koma hérna upp og þakka starfsfólki skólans að bregðast vel við ásamt fræðsluskrifstofu og sviðstjóra. Þarna búið að setja á laggirnar sérstakt móttöku úrræði haustið 2021 sem heitir Nýheimar, en það farið að þrengja ansi ört að skólanum. Þannig að það alveg næsta verkefni okkar að horfa í skólamálin á Ásbrúarhverfi Reykjanesbæjar. Nú að öðru leyti þá vil ég bara fagna að við fengum nýtt dagforeldri sem alltaf gleðilegt. Og svo langar mig í lokin að koma inn á lið 7, ég alveg að vera búin, afsakið rantið í mér. En við höfum verið ungmennaráð Reykjanesbæjar lagði fram erindi að fá fríðar tíðarvörur í grunnskóla sveitarfélagsins. Mjög gott erindi frá ungmennaráði sem að fræðsluráð tók upp og lagði til að yrði kostnaðarmetið sem að sviðsstjóri fræðslusviðs hefur gert og gert ráð fyrir að þetta kosti 250.000 á ári fyrir alla skóla Reykjanesbæjar. Þannig að þetta bara gleðilegt að það búið kostnaðargreina þetta verkefni og við munum taka það áfram að sjálfsögðu í samstarfi við ungmennaráð, en þetta þeirra tillaga og munum skoða þetta mál nánar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð fræðsluráðs frá 9. desember. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Kem hérna upp og langar aðeins að leggja orð í belg varðandi fyrsta lið og mikilvægi þess að við séum að henda ekki serjættum hérna á gólfið. En varðandi móttöku barna með fjölbreyttan menningar og tungumálabakgrunn í Háaleitisskóla. Þetta orðin gríðarlega þröng staða upp á Ásbrú í Háaleitisskóla og þetta staða sem okkur sem samfélag svolítið varpað í hérna. Þetta ekki eitthvað sem að menn hafa mikinn fyrirvara á að takast á við eins og við margoft rætt hérna í þessum sal. Og ég velti svolítið fyrir mig hvernig við getum
ná dýpra samtali með yfirvöldum á Íslandi til þess að dempa aðeins eða styðja betur við bakið á þessum einstaklingum. Eins og kemur fram hérna í fundargerðinni að þá verið að setja á laggirnar starfshóp sem hefur það markmið að styðja betur við börn og foreldra sem tala ekki íslensku sem móðurmál og get ekki tjá sig í skóla og samfélaginu, því að staðan einfallega svo eins og hefur komið fram hér áður að fyrirværin á því hvernig það bætast við tugir einstaklinga í námi í skólanum akkurat engin. Þarna erum við að tala einstaklinga sem koma kannski til landsins á sunnudegi og banka upp á í skólanum á þriðjudegi. Og það sjá það allir að þetta gríðarlega flókið að eiga við þessi mál. Og vil bara brýna starfsmenn áfram til góðra verka þarna í skólanum og hvetja til þess að við sem erum hér bæjarfulltrúar séum vel vakandi í þessum málaflokki og höldum áfram að hamra þau járn sem að þarf að hamra í þessum málaflokki. Eins varðandi húsnæðismálin og það sem tengist heim, þetta verðist alltaf að vera sagan endalaus og því miður að þá erum við komin á stað í okkar bæjarfélagi að við erum farin að eignast ansi svona mikla sérfræðinga í þessum málaflokki sem betur fer að því leitinu til að þá erum við allavega komið það kapasiti til að geta brugðist hratt við aðstæðans í þessum og erum sannarlega að gera það og njótum þar fulltingis líka verkfræðinga og sérfræðinga sem að koma frá verkfræðistofum og þetta gríðarlega flókið og umfangsmikið mál að takast á við og ég velti fyrir mér svona hvernig við síðan höldum áfram að besta þessa ferla sem við erum að gera. Ég mjög ánægður að sjá þau viðbrögð sem hafa verið hingað til þegar menn bara drífi því að fara þarna inn, takast á við grunnvandann sem til staðar þarna og passa vel upp á það að velferð barna og starfsmanna séu höfð þarna í forgrunni sko. Og þegar við erum í svoleiðis krísu ástandi að þá þýðir nú ekki mikið að ætla að vera eyða vikum og mánuðum í að greina og átta sig á því hvað væri mögulega langbesta leiðin svona í eftiráhyggjuklasin okkar. Og lokum þá vil ég líka taka undir bara hversu ánægilegt það að til að ungmennaráðs sé komin á annar stað að það sé komið kostnaðarmat á hana og vonandi fyrir að sjá það fara að raungerast á næstu vikum. Kæra þakkir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Fundargerð fræðsluráðs. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs frá 9. desember eru beðnir að gefa merki og hún samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 3. máladagskrá sem fundargerð framtíðarnefndar frá 14. desember síðastliðnum. Orðið laust. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar rétt aðeins til að koma hérna upp og undir 3. lið fundargerðar framtíðarnefndar frá 14. desember 2022 þar sem verið að fjalla hverfaráðin. Það sem að Gunnar Kristinn mætir á fundin og fer yfir þær hugmyndir hverfaráð sem að hann lagði fram í minnisblaði hérna fyrir ekki svo löngu síðan og það kom fyrir bæjarstjórn. Ég held að það sé, eins og kemur fram í nefndinni, gríðarlega mikilvægt að þetta sé skoðað sem hluti af heildstæðri stefnu upplýsingagjöf og samráð við íbúa og svolítið svona stórt mál fyrir okkur að fara að koma þessi fastan farveg innan stjórnkerfisins hjá okkur. Og framtíðarnefnd með ákveðnar hugmyndir í kollinum það hvernig hægt að stilla þessu upp á sem bestan máta og ég tel gríðarlega mikilvægt að þeim sé veitt það umboð og þau verkfæri sem á þarf að halda til þess að þetta fari að rúlla nokkur hratt á næsta ári því þetta krefst mikils undirbúnings ef að vel á að vera og tíminn líður hratt í þessu þannig að það væri afskaplega gaman að sjá þessa hluti fara að raungerast á haustmánuðum hjá okkur í praxis. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, tek undir það. Orðið laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp í varðandi fundargerð framtíðarnefndar og varð hugsa til þess þegar ég las yfir hana að þarna vissulega góð og þörf verkefni en það ekki ljóst í mínum huga eða okkar í Sjálfstæðisflokknum hver tekur þessa bolta, undir hvaða svið eða deild eða einingar, hvaða starfsmenn eru að baki þessara verkefna sem að framtíðarnefndin fjallar Kom finnst það svolítið óskýrt, það væri fínt að fá skýringar á því. Takk.
Takk fyrir það. Margrét Sanders, gjöra svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil bara taka undir bæði með Bjarna og Helgu Jóhannu. Ég held að við séum að segja í rauninni saman hlutin að okkur líst vel á þessa hugmynd og við viljum finna henni farveg þannig að vel sé. Þannig að ég vil bara ítreka það og ánægilegt er að svona mikilvægt mál er vonandi bara í sátt og samlyndi hér í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það. Forseti minnir á að við ætlum að og við vitum öll í bæjaráði að við munum fara yfir hlutverk og vinnu nefnda og ráða núna í framhaldinu af því að við erum að vinna í skipulagsbreytingum. Þannig að þetta er bara mjög gott inn í þá umræðu. Orðið er laust. Já, bæjarstjóri gjöra svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að það sé alveg á hreinu að starfsmaður framtíðarnefndar er Halldóra Guðrún Jónsdóttir, aðstofamaður bæjarstjóra, og hún hefur hingað til fyllt málum eftir og ég gerir ráð fyrir að hún gerir það í þessu mál líka. Akkurat. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð framtíðarnefndar frá 14. desember. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við næst fyrir 4. mál á dagskrá og það er fundargerð velferðaráðs frá 14. desember síðastliðnum. Sigurrós Antonsdóttir, gjöra svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem undir fundargerð velferðaráðs sem var 14. desember síðastliðinn. Undir mál 1 og 2 ætla ég nú bara að taka saman. Ég ætla aðeins að fara að stikla á stóru með það að sem sagt, já, undir mál 1 var Vilborg teymisstjóri fjölskyldu eða barna- og fjölskylduteymis. Hún mætti á fundinu og fór yfir lokadrög og velferðaráð samþykktir reglurnar og einmitt ráðið þakkar starfsfólki velferðarsviðs fyrir velunni störf og útsjónarsemi við að finna lausnir þegar þrengir. Síðan undir mál nr. 2 var Þórdís teymisstjóri barnaverndar. Hún mætti á fundin og kynnti ásamt Heru, sviðsstjóra velferðarsviðs, breytingar og reglum heimildar barnaverndarstarfsmanna. En þær breytingar einmitt eiga að taka gildi 1. janúar, ekki seinna vænna, og samhliða nýju umdæmisráði. Og auðvitað þökkum við líka fólki, starfsfólki, barnaverndar, Reykjanesbæjar fyrir gott starf í gegnum tíðina og einnig líka barnaverndarnefndum sem er núna að leggjast niður. Undir mál nr. 3, allir með. Þar er Eydís verkefnastjóri velferðarnets Suðurnesja að segja frá allir með verkefninu og einnig að koma inn á hátíðinni sem var haldin í Bíósal á Dúshúsum Safnhúsa síðastliðinn 7. desember síðastliðinn, ef ég man rétt. Og þar voru kynntar einmitt breyttar áherslur verkefnisins. Og þar einmitt lýstu við ánægju yfir að með verkefni allir með og hvetur einmitt fleiri fyrirtæki á svæðinu til að taka þátt í verkefninu. Að mér skilst að það var allan 1 fyrirtæki komið þar sem allir með fyrirtækið og skora ég á alla bæjarbúa og sérstaklega foreldra og forráðamenn barna að kynna sér verkefni allir með. Og með því þá getum við lyft þessu fallega samfélagslega verkefni upp á hærra plan svo að nái til allra barna jafnt sem fullorðna, enda viljum við líka að öll börn fá að tilheyra í samfélaginu. Síðan er það mál númer 5. Það er fundargerð samtakahópsins
En þar 7. desember kom fram einmitt ánægju meðal fundarfólks með samningin við samtökin 78 og þá tókum við í meirihlutanum undir einmitt samtakahópnum og lögðum fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta og ætla ég að fá að lesa hann upp. Meirihlutin í velferðarráði vill eindregið taka undir með samtakahópnum og koma framfæri hrósunum til bæjarstjórnar fyrir að tryggja fjármagn í samningin við samtökin 78 og kallar eftir að skrifa verði undir samningi sem fyrst. Með þessum samningi einmitt skýrt hve mikilvægt að fræða alla sem eru samferðafólk barna okkar í skólum og stofnunum. Hafnarfjörður og Garðabær hafa nýverið skrifað undir samning og við samtökin margvíslega fræðslu og undir þetta ritar hér sem stendur Andri Fannar Freysson og Birna Óskarsdóttir og síðan einmitt kom fulltrúi D-listan með sína bókun og það bara í góðu lagi. Undirmál númer 6 fundagerð öldungaráðs Reykjanesbæjar 8. desember síðastliðinn og fundagerð þar var lögð fram og við einnig fögnum þeim. Lið að með minnir hafi verið númer 2 að meiri hluti velferðarráð einmitt lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta þá vil ég lesa hann upp. Meiri hlutin í velferðarráði fagnar því að samkvæmt fundagerð öldungaráðs sem haldið var þann 8. desember síðastliðinn unnið að nýju hjúkrunarheimili. Einnig að á fundagerð bæjarráðs Reykjanesbæjar þann 1. desember síðastliðinn hafi verið samþykkt að fjölga hjúkrunarrýmum úr 60 í 80. Þarna verið að horfa að þörfin sé brýn og nauðsynleg svo að vinda þarf ofan að biðlistum og horfa til framtíðar. En til þess að þetta allt gangi upp þurfa Reykjanesbæjar og heilbrigðisráðuneytið að vinna vel saman til dæmis að deiluskipulagi og komast að samkomulagi kostnaðarskiptingu milli sveitarfélagsins og ríkisins. Og undir þessa bókun ritar svo sem hér stendur Andri Fannar Freysson og Birna Óskarsdóttir. Síðan það einmitt mál númer 8 sem ég langar líka að fjalla um. Það mælaborð og tölulegar upplýsingar. Þar fór Hera yfir, kynnti einmitt mælaborðið frá janúar til október og lagði fram tölulegar upplýsingar vegna fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í nóvember síðastliðinn. Fjárhagsaðstoðin var svona svipaður og í október mánuðunum áður en eins og sagt hefur verið hér áður þá ennþá munur á milli ára en sérstakur húsnæðisstuðningur í nóvember var bara mjög svipaður og síðastliðið ár. Já, takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Takk. Forseti ágætu bæjarfulltrúar á síðasta fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 7. desember síðastliðinn þá lagði fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram bókun undir fundagerð velferðarráðs og það vaninn að svara erindum sem komu upp undir sama lið þá og ég ætla að gera það hér með og láta bæjarfulltrúar vita að þeir hafi ekki tekið eftir í að þetta svar komið inn á mitt Reykjanes undir fundagerð velferðarráðs, undir þessum lið fundarins. Og hefst þá lesturinn með leyfi forseta. Á 642. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 7. desember 2022 var bókað í tengslum við fyrsta mál í fundagerð velferðarráðs frá 16. nóvember síðastliðinn óskum sundurliðun upplýsinga vegna málefna fólks á flótta. Tilvitnun hefst. Mikil fjölgun flóttafólks til landsins á skömmum tíma hefur reynt á innviði sveitarfélagsins og sem þegar voru komnir á þolmörkum. Búsetuúrræði á skornum skammti og mikið álag á skólaþjónustuna. Vandséð hvernig Reykjanesbær á að geta tekið á móti fleira flóttafólki eins og staðan í dag. Mikilvægt að á hverjum tíma liggi fyrir réttar upplýsingar fjölda þeirra sem búa í sveitarfélaginu og bíða úrlausnar sinna mála.
Jafnframt er mikilvægt að hafa skýra sýn á hversu margir hafa fengið vernd og í þjónustu Reykjanesbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir sundurliðun upplýsinga hvað þetta varðar miða við 1. desember 2022, yfirliti við þá samninga sem gerðir hafa verið við ríki hingað til og ofangreindar fjöldatölur á sama tíma á næsta fundi bæjarstjórnar, sem sagt þessum sem hér er nú. Tilvitnun lýkur. Óskar eftir sundurliðun upplýsinga miðað við 1. desember 2022. Og fyrsta spurningin sem kom, eða svarið sem, eða atriðið sem er að svara er fjöldin sem býr í sveitarfélaginu og býður úrlausna sinna mála. Og svarið hljóðar svo. Þann 1. desember 2022 voru 354 umsækjendur alþjóðlega vernd í úrræðum Vinnumálastofnunar í Reykjanesbæ, auk 69 einstaklinga hjá Reykjanesbæ. Samtals 423 umsækjendur alþjóðlega vernd sem biðu úrlausna sinna mála 1. desember síðastliðinn með dvalastað í Reykjanesbæ. Annar liður, hversu margir hafa fengið vernd og í þjónustu Reykjanesbæjar? Svar, þann 1. desember 2022 voru 313 einstaklingar sem fengið hafa vernd í samræmdri móttöku hjá Reykjanesbæ, þar af 127 karlar, 102 konur, 84 börn, sem skiptast þannig að það eru 44 drengir og 40 stúlkur. 30% af þeirra sjá sjálfur framfærslu sína en fá annan stuðning í gegnum samræmdu móttökuna. Til félagsþjónustu sveitarfélagsins hefur Fjölmenningarsetri vísað 67 einstaklingum frá september 2022, 12 í þjónustu, 10 bíða fyrsta viðtals og 45 einstaklingar eru komnir úr þjónustu, annaðhvort komnir í vinnu eða fluttir úr sveitarfélaginu. Á sama tíma, 2021, voru 88 einstaklingar í samræmdri móttöku, 35 karlar, 20 konur og 33 börn, þar af 18 drengir og 15 stúlkur og engar tilvísanir voru gerðar til félagsþjónustu sveitarfélagsins, það er allar tilvísanir fóru í samræmdu móttökuna. 1. desember 2020 voru í samræmdri móttöku 32 einstaklingar, 12 karlar, 7 konur og 13 börn, þar af 6 drengir og 7 stúlkur og fóru allar tilvísanir þá til félagsþjónustu sveitarfélagsins. Þriðji liður, yfirlit yfir þá samninga sem gerðir hafa verið við ríki hingað til og ofangreindar fjöldatölur á sama tíma. Alþjóðleg vernd. Sá samningur sem nú er í gildi vegna þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd er frá því 31.12.2014. Samningurinn kveður á þjónustu við alltaf 70 umsækjendur alþjóðlega vernd á hverjum tíma. Umleitanir Útlendingastofnunar stækkun samningsins sem hafa borist sveitarfélaginu á undanförnum árum hefur verið synjað, en samhliða hefur móttökuúrræðum ríkisins í sveitarfélaginu fjölgað úr 1 úrræði í 3 vegna framboðs á húsnæði í Ásbrú hverfi Reykjanesbæjar. Frá því félags- og vinnumarkaðsráðuneytið tók við verkefni Útlendingastofnunar að þjónusta umsækjendur alþjóðlega vernd, það er í júní á þessu ári, þá hefur orðið breyting í þessum samskiptum og hefur félags- og vinnumarkaðsráðuneytið tekið tillit til andmæla sveitarfélagsins fjölgun móttökuúrræða í sveitarfélaginu og móttökuúrræðum ekki fjölgað þrátt fyrir að ríkið hafi fengið tilboðin leiguhúsnæði í því skyni í sveitarfélaginu. Eins og fram kemur hér á ofan voru 69 umsækjendur alþjóðlega vernd í þjónustu sveitarfélagsins þann 1. desember síðastliðinn. Samræmdu móttökuna. Fyrsti samningurinn samræmda móttöku var gerður í árslok 2020 og gilti frá 1. apríl 2020. Fram að þeim tíma var öllum sem fengu alþjóðlega vernd vísað til félagsþjónustu sveitarfélagsins við leyfisveitingu eftir aðstoð og stuðningi. Með þeim einstaklingum kom ekki framlag frá ríkinu nema vegna útlagskostnaðar, það er ekkert framlag vegna þess að viðbótarstuðning sem fólk á flótta þarf á að halda, þegar kemur að ráðgjöf og stuðningi til að geta orðið virkir þáttakendur í íslensku samfélagi gegnum vinnu og aðra virkni. Samningar samræmda móttöku flóttafólks. Samningur samræmda móttöku flóttafólks var gerður við 4 önnur sveitarfélög á þessum tíma. Það er Reykjavík, Hafnarfjörð, Árborg og Akureyri. Árborg og Akureyri voru þau 2 nýju sveitarfélög sem bættust við í samræmda móttöku flóttafólks á þessum tíma.
Þann 9. mars 2022 sendi félags- og vinnumarkaðsráðuneyti sveitarfélögum bréf og leitað var eftir þátttöku sveitarfélaga á landsvísu, meðal annars Reykjanesbæjar, móttöku flóttafólks vegna þeirrar gífurlegu fjölgun einstaklinga í leit að skjóli á Íslandi vegna stríðsátaka. Öll 5 sveitarfélögin sem stóðu að gerð samningsins samræmda móttöku flóttafólks 2020 og 2021 unnu með sambandi íslenskra sveitarfélaga og félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu að nýjum samningsdrögum sem lokið var við á haustmánuðum 2022 og liggja nú til grundvallar nýjum samningum. Reykjavíkurborg og Árborg hafa þegar undirritað nýja og stærri samninga samræmda móttöku og Hafnarfjörður og Akureyri að vinna að endurnýjun og stækkun sinna samninga. Ný samningu við Reykjanesbæ bíður afgreiðslu bæjarstjórnar, en er rétt að taka fram að okkur vantar enn viðaukann við þann samning til að geta tekið hann á dagskrá hér. Þetta að vera búið. Til upplýsingar þá að frumkvæði félags- og vinnumarkaðsráðherra fyrirhuguð vinnustofa með starfsmönnum af velferðarsviði, fræðslusviði og stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar ásamt félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, fjölmenningarsetri og Vinnumálastofnun næstkomandi fimmtudag þann 22. desember 2022 til að greina þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í Reykjanesbæ varða málefni umsækjenda alþjóðlega vernd og flóttamenn. Markmið vinnustofunar að kortleggja þær áskoranir til þess að við getum svo í kjölfarið útfært mögulega lausnir við þeim. Og undir þetta ritar virðingarfyllst Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjanesbæjar. Og eins og ég segi, þetta svar hennar komið á mitt Reykjanes undir fundargerð velferðarráðs. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil byrja á því að þakka sviðsstjóra og bæjarstjóra þá sem las upp þetta frá sviðsstjóra, kærlega fyrir greinagóð svör og þrátt fyrir að ég tel mig ekki stætt að svara fyrir hönd bæjarstjórnar neitt sérstaklega og finnst ég ekkert manneska til þess, að þá veit ég, eða tel allavega, að þessar upplýsingar eru algjörlega nauðsynlegar fyrir okkur og við þurfum að við hafa uppfærslu á svona upplýsingum. Þetta var í gögnum hluti að þessu, þetta er mjög greinagott og algjörlega til fyrirmyndar hjá okkar frábæra sviðsstjóra henni Heru. Og ég vona að við höfum ekki verið að fara illa með þessum spurningum því ég veit að það er mikið að gera og hjá henni og á sviðinu öllu. En aftur ég vil ítreka þakkir. Mér finnst ekki ástæða að við sem eitthvað að tjá okkur of mikið þetta. Við fengum þetta í dag í hendurnar og lítið geta kynnt mér það. En það er ljóst að verkefninu eru ærin, þetta er gríðarleg aukning af fólki og þetta eru verkefni sem að við þurfum sem samfélag að vinna í, það er bara svoleiðis. Og það sem að ég vil líka fagna að það eru loka orð í þessu minnisblaði, að það er að fara af stað vinnustofa með starfsmönnum af velferðarsviði, fræðslusviði og stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar ásamt félags- og vinnumálaráðuneytinu og fleirum, þannig að það er til bóta og það þarf auðvitað að við erum í sama liði og viljum veg fólksins sem kemur hingað að sækja alþjóðlega vernd og flóttafólk, að við viljum veg þess sem bestan og þar eru við í sama liði. Varðandi fundargerð velferðarráðs að þá vil ég þakka formanni Sigurrósu Antonsdóttur fyrir greinagóða yfirferð og þar sem að meirihluti bákaði sérstaklega varðandi samningin við samtökin 78 og hún las upp þá bókun að þá vil ég nefna og lesa yfir bókun fulltrúa D-lista og hún er svona: fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagnar fyrirhuguðum samningi við samtökin 78 og telur hann vera gæfuríkt skref fyrir Reykjanesbæ. Hann getur betur tryggt að hinsegin málefni verði sett á oddinn. Bakslag í réttindabaráttu hinsegin samfélagsins er staðreynd hér á landi og því sannarlega mikilvægt að hinsegin fræðsla, forvarnir og skilningur af þessum málefnum sé hluti af okkar samfélagi. Og undir þetta ritar nefndarmaður Sjálfstæðisflokksins Eyjólfur
Gíslason. Og ég tel og við teljum að þetta málefni sé þess eðlis að við eigum öll að vera á baki þessa máls sem að við vorum í fjárhagsáætluninni og þakka þeim sem áttu frumkvæði að því að veita fjármagnum í þetta mikilvæga mál. En það mikið áhyggjuefni að okkar mati að það sé komið bakslag í hinsegin baráttuna þar sem að við höfum verið stoltir Íslendingar að eiga frumkvæði í þeim málum. Varðandi fundagerð öldungaráðs að þá las formaður Sigurrós Antónsdóttir upp bókun meirihlutans. Okkar fulltrúi bókaði ekki en að sjálfsögðu hefur margoft verið bókað þetta mál. Það fjölgun eða hjúkrunarrými annars vegar og svo fjölgunina hins vegar. Það var mikið lán að síðasta bæjarstjórn stóð mikið saman í þessu máli og með fullingi bæjarstjóra þar sem við unnum að mínu mati gríðarlega gott verk saman og höfum náð miklum árangri saman og þetta er ekki búið fyrir þetta búið og enda segir í bókun þeirra en til þess að allt þetta gangi upp þurfa Reykjanesbær og heilbrigðisráðuneytið að vinna vel saman, til dæmis að deiliskipulag og komast að samkvæmlega kostnaðarskiptingu milli sveitarfélagsins og ríkisins og það hefði þurft að bæta þarna fjármálaráðuneytinu og þar hefur fjármálaráðuneytið staðið vel með okkur og það gerist ekkert að sjálfu sér. Það er ekki þannig að menn sitja bara heima og bíða eftir að fjármálaráðherra útluti peningum. Þannig að það sé sagt. Þannig að ég fagna því að við fengum þarna hjúkrunarrými 60 og ég vil þakka ykkur öllum fyrir þann miklu vinnu sem við öll höfum sett í þetta og ef við vinnum svona áfram þá aukum við veg Reykjanesbæjar. Það algjörlega ljóst. En sem sagt að við að fjölga þá hjúkrunarfræðum úr 60 í 80 og það margt í kringum heilbrigðismál og þjónustu sem við þurfum að vinna áfram saman í og vonandi verður vinna okkar þannig að við getum gert það saman. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Ég tek undir það. Við gerum þetta öll saman og mér langar nota tækifærið að minnast á þriðja máli þar sem fjalla var allir með að það var mjög ánægulegt að taka þátt í þeirri gleði þar sem að fyrsta allir með fyrirtækið skrifaði undir þáttöku og það gagnaverið North sem staðsett hér í sveitarfélaginu og það var Eva Sóley Guðbjörnsdóttir sem skrifaði undir fyrir hönd þess fyrirtækis og hvatti á sama tíma fleiri fyrirtæki í sveitarfélaginu til að taka þátt og við vonum auðvitað að við sjáum fleiri fyrirtæki koma inn í þetta verkefni en það að við látum okkur aðra engan eftir liggja eða sitja, við látum okkur aðra varða sem í kringum okkur. Þannig að þetta bara frábært og það eru fleiri aðilar þarna auðvitað sem hafa verið að taka þátt í verkefninu með sveitarfélaginu eins og Alpha Agency, Kvan og Avia, nýtt sem núna fræðslufyrirtæki sem að koma inn. Þannig að það verður mjög ánægilegt að sjá þetta verkefni halda áfram. En orðið laust. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Bara frábært að heyra að velferðarráð hafi tekið svona vel í samning Reykjanesbæjar við samtökin 78 sem að við vonumst til að geta bara tekið fyrir í bæjarráði eftir áramót. En mér langaði bara að lesa minnisblað sem að var til þegar við vorum í fjárhagsáætlanagerðinni til þess að rökstyðja gerð samnings við samtökin 78 og var til þess að fjármagn var tryggt í samningin. Það sem sagt lagt til að Reykjanesbær gerir samstarfssamning við samtökin 78 hinsegin fræðslu til grunnskólanema, starfsfólks leik- og grunnskóla, starfsfólks frístunda og félagsmiðstöða, þjálfara íþróttafélaga og stjórnenda Reykjanesbæjar. Sambarlegi samningar hafa einnig verið gerðir við Grindavík, Reykjavík, Hafnarfjörð, Garðabæ og Snæfellsbæ og gildaðir yfirleitt til 3 ára. Og svo var bara rökstuðningurinn
byggði svona aðalega á þessu. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum og samkvæmt hagsmunasamtökum hinsegin fólks og fræðafólki í Háskóla Íslands hefur áreitni, haturs, orðræða og ofbeldi í garð hinsegin fólks á Íslandi aukist undanfarin misseri og mikilvægt að bregðast við þessu með aukinni fræðslu og þar vill Reykjanesbær stíga nauðsynleg skref í takt við meginstef grunnstefnu og menntastefnu Reykjanesbæjar í krafti fjölbreytileikans með því að efla fræðslu mikilvægi þess að bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Takk. Takk fyrir þetta. Já, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti ágættu bæjarfulltrúar, aðeins út af því sem hér kom fram áðan í sambandi við hjúkrunarheimili nýja, þá ég að bíða eftir, eða við höfum verið í viðræðum eins og hefur komið fram við heilbrigðisráðuneytið og fjármálaráðuneytið stækkun á hjúkrunarheimilinu úr 60 rýmum í 80. Þær viðræður vil ég segja hafa gengið vel. Við erum búin að ná saman heildarverð eða ná sameiginlegri niðurstöðum hvað við ráðgerum að nýtt hjúkrunarheimili munu kosta og hvernig við skiptum þeim kostnaði. En til þess að útfæra þetta nákvæmlega þá þarf að gera viðauka við upphaflega samningin og reynda var búið að gera einn viðauka við hann. Þannig að þetta væri þá viðauki nr. 2 og við fengum uppkast að honum frá heilbrigðisráðuneytinu eftir yfirlestur framkvæmdasýslunnar og fjármálaráðuneytisins fengum uppkasti sent í dag og fórum yfir það og sendum það tilbaka aftur með okkar athugasemdum sem eru meira orðalag heldur en einhver efnisatriði. Við erum sammála 80 rýmin og við erum sammála heildarkostnaðinn, þannig að það er spurningum bara svona blæbrigði í orðalagi og slíkt. Ég á von á því að tala við okkar tengiliði í ráðuneytinu áðan og við höfum von á því að fá þetta aftur tilbaka frá þeim í fyrramálið og þá munum við setja þetta inn á mitt Reykjanes þannig að bæjarfulltrúar hafi aðgang og geti kynnt sér viðaukann á fyrirfund bæjarráðs á fimmtudag og að því gefnu að bæjarráð samþykki viðaukann sem ég vonast til á fimmtudag að þá munum við líklega rita undir hann annarkot strax á fimmtudag eða á föstudag. Ég væntanlega fyrir hönd Reykjanesbæjar og heilbrigðisráðherra. Þar með þetta mál komið þá í annan farveg en það hafa margir haft fyrir því að spyrja akkuru við tókum skóflustungu í vor og síðan hefur lítið gerst. En þetta sem sagt ástæðan fyrir því að akkuru málinu hefur ekki undir hraðar fram en raun ber vitni að við erum búin að vera í þessum viðræðum síðan og við þurfum að breyta hönnun á hjúkrunarheimilinu. Þannig að kemur heil hæð ofan á viðbútar, það breytir burðarþoli og hugsanlega loftræsti virki í kjallara og það er að ýmsu huga. Svo náttúrulega þurfum við að gera deiliskipulagsbreytingu líka því að deiliskipulagi gerir ekki ráð fyrir 4 hæða byggingu þarna. Og svo framvegis, þannig að það hefur verið ýmis horna lítið þessu máli sem hefur þá tafið en nú liggur þetta þá fyrir og vonandi ná að lenda þessu fyrir lok vikunar. Takk fyrir það. Orðið er laust fundagerð velferðarráðs frá 14. desember. Rannveig Erla Guðlusdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og öðru bæjarfulltrúar. Við vorum nú ekki með í bókun velferðarráðs varðandi þetta samstarf samtakanna 78. Við viljum hins vegar bara aðeins fá að skjóta því að í umræðu stöðu barna og hinsegin einstaklinga hafi það komið í ljós að börn sem sóttu 88-húsið, einhver börn sem voru að sækja vegna hinsegin einstaklingar, hafi orðið fyrir aðkasti barna sem fyrir voru í 88-húsinu og því vil ég bara minna á máltækið börn læra það sem fyrir þeim er haft og biðla til foreldra og aðstandenda að ræða við sín börn að sýna umburðarlyndi og kærleik í öllum samskiptum við börn og fullorðna. Takk fyrir. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls.
Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðaráðs frá 14. desember eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 5. mál á dagskrá sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. desember síðastliðnum. Orðið er laust. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir fundargerð Reykjaneshafnar og ætla að koma hér aðeins undir lið 7 skemmtiferðaskip. En þar er í B-lið, það er Arctic SAR Event, en stefnt er að því að Arctic SAR Event verði haldinn í Reykjanesbæ 14. til 16. mars næstkomandi og leitað var eftir aðkomu Reykjaneshafnar að viðburðinum og eftirfarandi var lagt fram og er í fundargerð og ætla ég að fá að lesa það upp með leyfi forseta. Stjórn Reykjaneshafnar telur mikil tækifæri í því að viðburður eins og Arctic SAR Event sé haldinn í Reykjanesbæ, meðal annars til að kynna bæinn og næsta nágrenni sem ákjósanlegan viðkomustað fyrir smærri skemmtiferðaskip og felur hafnarstjóra að undirbúa slíka kynningu í tengslum við viðburðinn. Og svo er hér í C-lið, það er Sea Trade Cruise Global, en það er ráðstefna sem fer fram í Fort Lauderdale í Florida dagana 27. til 30. mars næstkomandi. Og þar var einnig eftirfarandi lagt fram, sem ég ætla að fá að lesa hér upp með leyfi forseta. Reykjaneshöfn hefur unnið að markaðssetningu Keflavíkurhafnar sem ákjósanlegan viðkomustað fyrir smærri skemmtiferðaskip. Hluti af slíkri markaðssetningu er að sækja ráðstefnu eins og Sea Trade Cruise Global, þar sem fulltrúar skipaútgerða, skemmtiferðaskipa og aðrir hagsmunaaðilar koma saman til skrafs og ráðagerða. Lagt er til að Reykjaneshöfn eigi fulltrúa á þessari ráðstefnu í tengslum við aðstöðu Cruise Iceland á ráðstefnunni. Og það var kannski eitt hérna sem ég ætlaði nú að koma að. Ég er nú hérna að nota hérna tæknina sem ég er ekki alltaf að nota. En það var hérna en Arctic SAR Event en þar koma saman hagaðilar siglingaröryggi á norðurslóðum. Ég held ég hafi ekki nefnt það hérna áðan. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og góð gestir. Mig langar að koma hérna upp undir fundargerð Reykjaneshafnar lið 7 skemmtiferðaskip þar sem að mig langar í rauninni bara að koma hérna og fagna þessari grósku vinnu sem er í gangi í ráðinu og með hafnarstjóra að reyna að fá lítil skemmtiferðaskip til okkar til Reykjanesbæjar og verði þetta verkefni mjög fróðlegt ef að verður, en til þess að svona hluti geti gerst þar mikla undirbúningsvinnu sem að er í gangi og mikil gróska á sviðinu. Þannig að mér langaði bara að fagna þessu framtæki og vona að við fyrum að sjá skemmtiferðaskip í höfnunum okkar. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. desember eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 7. mál á dagskrá sem er endurskoðun og samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Hér er að ræða endurskoðun og eftir atvikum breytingar sem lagðar eru fram til samþykktar og þessu máli mun bæjarstjóri fylgja eftir. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er verið að gera breytingar á
bæjarmálasamþykktinni svokölluðu sem að heitir Samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Og í upphafi vil ég geta þess að við eigum eftir að gera frekari breytingar á bæjarmálasamþykkt út af ýmsum öðrum málum, en að því að hér að ræða breytingar sem þurfa að afgreiðast fyrir áramót, þá ákváðum við að taka þessar núna og svo fer forsetanefndin væntanlega í vinnu bara strax eftir áramót í aðrar breytingar sem að liggur fyrir að gera þurfi. Nú þetta er í því sem kallað track changes, þannig að þið sjáu breytingarnar hérna til hliðar á spásíðunni, og svo fyrsta er í 17. grein fjarfundabúnað, og þarna er komið viðbót sem forsetanefnd hefur fjallað og afgreitt til samræmis við breytingar á samþykktum annarra sveitarfélaga, en þessi heimildi til samræmis við opinber fyrirmæli. Og ég ætla bara að renna í lesa hana. 17. grein B heitir þá fjarfundabúnaður. Forseti getur við sérstakar aðstæður heimila bæjarfulltrúa að taka þátt með rafrænum hætti í fundum bæjarstjórnar og nefnda og ráða við sveitarfélagsins. Þegar bæjarfulltrúi tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal hann vera staddur í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum sveitarfélagsins. Að öðrum kosti skal varamaður boðaður á viðkomandi fund. Já. Tryggja skal jafna möguleika allra fundamanna til þátttöku á fundi og í atkvæðagreiðslu, óskerta möguleika þeirra til að fylgjast með því sem þar fer fram og öryggi samskipta milli fundamanna. Fulltrúar í nefndum sveitarfélagsins hafa sömu heimildir og bæjarfulltrúar samkvæmt 1. málsgrein. Framkvæmd fjarfunda að öðru leyti gildir auglýsing leiðbeiningar ritun fundagerða sveitarstjórna, samanber 2. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga. Nú þá förum við svolítið neðar í skjalið og þar sem við komum að 57. grein A. Það segir bæjarstjórn kýs eða eftir atvikum skipar í, og svo er talið upp það sem er til 1 árs til 4 ára, og þarna erum við að taka út barnaverndarnefnd sem var liður 4, af því að nú er önnur skipan barnaverndarmála samkvæmt nýjum lögum sem taka gildi frá með 1. janúar næstkomandi 2023, og við erum líka að fella út það sem nú hefur verið 5. grein búfjáreftirlitsmann, en bæjarstjórn kýs ekki lengur búfjáreftirlitsmann, og þar með breytast aðri liðir samkvæmt þessu. Og að lokum, virðulegur forseti, erum við hérna með það sem að kosið er til 5 ára. Þetta er nýr liður C í þessari 57. grein. 57. grein A fyrirgeði. Það er nýr liður sem er kosning til 5 ára. Umdæmisráð barnaverndar. Bæjarstjórn skipar 3 aðalmenn og jafnmarga til vara samkvæmt 14. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 með síðari breytingum. Ráðið skal skipa 1 félagsráðgjafa, 1 sálfræðing og 1 lögfræðing sem jafnframt er formaður ráðsins. Ráðsmenn skuli í það minnsta hafa 3 ára starfsreynslu í barnavernd. Ráðsmaður þarf ekki að eiga lögheimili í umdæmi viðkomandi umdæmisráðs, en ekki er heimilt að skipa ráðsmann sem starfar við barnaverndarþjónustu í viðkomandi umdæmi. Starfsfólk barnaverndarþjónustu fer með vald til fullnaðar afgreiðslu mála með samþykkt þessari samkvæmt 3. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002, nánar tiltekið teymistjóri barnaverndarþjónustu ásamt félagsráðgjöfum og ráðgjöfum í barnaverndarþjónustu. Sé ekki mælt fyrir það í reglum sveitarfélagsins, samþykkt þessari eða lögum, hver hefur heimild til að taka ákvörðun fyrir hönd barnaverndarþjónustu Reykjanesbæjar, hefur teymistjóri barnaverndarþjónustu eða sviðsstjóri velferðarsviðs heimild til að taka slíka ákvörðun. Barnaverndarþjónustan ber ábyrgð á öllum verkefnum og ákvörðunum sem byggja á barnaverndarlögum sem ekki hafa verið falin öðrum,
þar með talið umdæmisráði, dómstólum eða öðrum stjórnvöldum samanber 2. málsgrein 10. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002. Velferðarráði falin yfirstjórn barnaverndarþjónustunnar samkvæmt 1. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002. Virðulegur forseti, þetta eru þessar 3 tillögur sem nú verið að leggja til að breytingum á bæjarmálasamþykktinni og ég vísa þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar. Takk. Orðið er laust þessa endurskoðun ef einhver vill taka til máls. Rannveig Erla Guðlaugsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, mér langaði kannski bara að fá skjóta spurningu, hver verður það þá sem kýs búfjáreftirlitsmann ef ekki það sem áður var? Takk fyrir. Ég vil bara víkina að ég veit það. Það er bara búið að fella nú. Má bjóða þér að svara þessu bæjarstjóri? Já, þetta er bara góð spurning. Ég bara get ekki svarað henni, en ég skal komast að því. Ég gæti trúa því að það væri það bara ráðuneytið sem skipar einhvern, en ég skal kanna og láta það vita. Orðið er laust. Þá vantar okkur einn bæjarfulltrúa til að geta kosið þessa samþykkt, þannig að við gerum bara augnabliks fundarhlé. Augnabliks fundarhlé. Við ætlum að kjósa hér breytingar eða endurskoðun á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Þeir sem samþykkt geta fyrirlega breytingar eru beðnir að gefa merki og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við fyrir 7. mál á dagskrá sem er fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og forseti ætla að gefa bæjarstjóra orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já. Hér liggur fyrir niðurstaða í máli sem við höfum verið að bíða eftir nokkuð skeið, en ég held að það hefur verið fyrst á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í september síðastliðinn sem að upplýst var að ríkið ætlaði að koma til móts við þá útreikninga og þá kröfu sveitarfélaganna að það vantaði 15 milljarða í málaflokk fatlaðra í fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk, og þar var upplýst á fjármálaráðstefnunni að það stæði til að koma með í þessu skrefi 5 milljarða eða gera sveitarfélögunum kleift að auka tekjur sínar 5 milljarða króna, en síðan væntanlega gerum við ráð fyrir að samtalið haldi áfram. Og þetta er gert með því að ríkið lækkar tekjuskattsprósentuna sína og sveitarfélög geta hækkað ef þau kjósa að gera það, útsvarsprósentuna sína 0,22 stig eins og það er kallað. Ástæðan fyrir að það er ekki tilgreint í þeim erindum sem hér liggja fyrir, ég ætla ekki að fara að lesa þau öll upp, þessi erindi sem fylgja fundaboðinu, en það er annars vegar, ég ætla bara svona nefna það er erindi frá Karli Björnsyni, framkvæmdastjóra sambandsins, þar sem að þetta mál er allt saman tíundað, hvernig það er til komið og hvernig skiptingin er og allt það, og hins vegar er það þetta samkomulag sem að sambandi gerði við fjármálaráðuneytið, samkomulag breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk,
sem undirritað af nokkrum ráðherrum og Karli Björnssoni. Ráðherrar eru Sigurður Ingi Jóhannsson, Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Bjarni Benediktsson, og fyrir hönd sambandsins Karl Björnsson, framkvæmdastjóri, og Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður stjórnar sambandsins og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. En í stuttu máli þá gengur þetta út á það að sveitarfélög fá stærri sneið af kökunni og að ríkið minnkar sinn hluta sem þessari sömu fjárhæð nemur. Þessi sneið rennur svo í jöfnunarsjóð og jöfnunarsjóð sveitarfélaga, og þangað munu sveitarfélög geta sótt þessa peninga þegar þetta fer allt saman af stað á nýju ári. Og það er mikilvægt að við bókum þetta rétt og göngum rétt frá málinu, en eins og ég segi þá gefst okkur tækifæri til þess að hækka útsvarsprósentuna úr 14,52 eins og hún er núna. Hámarks prósenta er 14,52%, 0,22 stig, sem að þýðir þá að hún getur hæst orðið 14,74% hjá sveitarfélögum sem að nýta hæstu útsvarsprósentu, en hún er ekki tilgreint sem slík í skjölunum, af því að það er ekkit endilega víst að öll sveitarfélög vilji fara alla leið og fullnýta þessa hámarks útsvarsprósentu. En Reykjanesbær gerir það, og þess vegna mun þetta hafa þau áhrif hjá okkur að við munum þurfa að senda ráðuneytinu erindi núna aftur, og að við vorum búin að tilkynna þeim áður að við myndum útsvarsprósenta næsta ás yrði 14,52%, en við munum leiðrétta það samþykki bæjarstjórn þessa breytingu. Takk. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, en hér erum við þá að greiða atkvæði það að hækka útsvarshlutfall 0,22 stig, og kannski mikilvægt að það komi fram að það sem ríkið lækkar tekjuskattsálagningu samsvarandi hlutfall, þá munu skattgreiðendur og íbúar okkar ekki verða fyrir neinni hækkun, munu ekki finna fyrir þessu, heldur hefur þetta eingöngu áhrif á þetta framlag sem kemur til sveitarfélagsins vegna þessa málaflokks. Þá biður forseti þá sem geta samþykkt þetta að gefa merki, og þetta er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 8. og síðasta mál á dagskrá, sem er umdæmisráð barnaverndar, en hér hefur verið tekið inn á dagskrá, eins og kom fram í upphafi fundar, erindi frá félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu aðild og samstarfa umdæmisráði barnaverndar. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta þessa beiðni aðild eru beiðnir að gefa merki, og hún er samþykkt 11:0. Áður en við slítum fundi hefur Margrét Sanders óskað eftir að fá að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og kæru bæjarstjórnarmenn og bæjarstjóri. Mér langar til að leggja fram á þessa bókun og hef þegar sendt hana til fundarritara. Bæjarfulltrúar og nefndafólk Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ óska samstarfsfólki sínu í bæjarstjórn, nefndum og stjórnum ásamt starfsfólki Reykjanesbæjar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, með þökk fyrir samstarfið á árunni sem er að líða. Við óskum bæjarbúum Reykjanesbæjar einnig gleðilegra jóla og farsæld komandi árs. Sjálfstæðisflokkurinn hlakkar til góðs samstarfs á nýju ári.
og undir þetta rita Margrét Sanders, Helga Jóhanna Oddsdóttir og Alexander Ragnarsson. Og takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Nú, þar sem við erum farin að bóka mitt í sitt hvoru lagi að þá vill meiri hluti líka koma á framfæri kærum þökkum fyrir samstarfið á þessu ári, það sem af þessu kjörtímabili, og líka þökkum til starfsmanna sveitarfélagsins, og við skilum kærum jólakveðjum til íbúa og starfsmanna Reykjanesbæjar og kveðjum til bæjarfulltrúa og fjölskyldna þeirra líka með, eins og ég segi, kærum þökkum fyrir samstarfi á þessu ári. En það ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur reyndar óskað eftir orðinu, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæri bæjarfulltrúar, ég ætla bara örsnögt í lokin. Þá langar mig að þakka starfsfólkinu okkar í Reykjanesbæ og áhaldahúsinu sem hefur haldið umfyrir okkar gangandi undanfarna daga í þessar stórhrís sem ég man ekki eftir öðru eins. Ekki frá sem færandi, ég búin að vera föst á Suðurlandinu í 5 daga en komst heim í dag og það var ekki að sjá á götum bæjarins það snjófjall sem er búið að vera í umfyllun undanfarna daga, og vil ég þakka fólkinu okkar sem hefur séð þetta nótt sem 19 dag undanfarna daga og hefur staðið vaktina fyrir okkur í þessum snjórhinsi búnað okkar. Ég vil að sjálfsögðu þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf, gleðilega hátíð bæjarstjóra og starfsfólkinu okkar og öllum íbúum. Gleðilega hátíð. Takk fyrir þetta. Hér rignir yfir okkur jólakveðjum sem er bara mjög ánægilegt, en ég segi þá þessum 643. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.